Ágætu hlustendur, ég vil biðja ykkur að rísa úr sætum. Bjóða velkomin. Klukkan orðin rúmlega 4 FM 95 blöður hafi göngu sína þennan 50 daginn og bjóði velkomin mann þjóðurinnar Hjörvar Hafliðarsson, vertu velkomin. Takk fyrir. Þetta nýja opnum sem þú vilt vinna svolítið með. Þetta lagið mitt. Þetta lagið þitt og enda ertu maður þjóðarinnar. Getur hækkað hans í því? Mér finnst þetta lag alltaf að vera betra og betra. Já, sveið mig þá. Ég var ekki neitt gríðalegur aðdáandi en það að vaksa. Ég var alveg til að skipta texta. Það minnst lagið fínt. Já, það eitthvað aðna. Það mætti vera meira pepp í textanum. Já, en varst þú einn af þeim sem vildir að breytum þjóðsöng? Í Íslandi landi. Eftir að ég gerði þetta svona mínu lagi, þá einhvern veginn vil ég ekki láta breyta því. En svona áður fyrir, mér finnst þetta svona miklu flottari þjóðsöngvandi sem Hinlöndinni, eða sko. Já. Sovjetmenn, eða rússar, svakalega flottan. Já, ég hef alltaf verið svolítið skotin í bandaríska. Svíjar eða flottan, þjóðsöng. Já, allt lagið þjóðsöng. Þannig þetta er svona, það er erfitt að syngja þetta. Já, þetta ekki, þú færð ekki einhverja 10 ára stelpu sem slá í gegn í X-Factor í Smáralindinu til að syngja þetta bara fyrir eitthvað fótboltaleik. Það ekki að ganga. Reyndar það nú eitt með íslenska, það er ekki búið að fara jafn illa með íslenska þjóðsöngin eins og þann ameríska. Nei. Maður er búin að heyra allar útgáfur af honum og yfirleitt það frekar vondar. Já, það eru bara stelpur sem hafa slegið í gegn í einhverjum bara verslunarmiðstöðum í Bandaríkjunum byrja að syngja þetta. Hækka þess. Og þeir. En það er náttúrulega handboltinn að byrja núna. Þá náttúrulega förum við að heyra þetta lag oftar og oftar. Já, og ég ætla að vona að strákandi kunni orðið textan og geti sungið með þegar þetta hann í byrja. Ég samt fyrirgef mér nú alveg að syngja ekki með, sko. Já. En það er fyrsta skipti í mörg ár sem við erum með að allir leikmenn landsliðsins eru alveg Íslendingar. Fæddir á Íslandi. Já. Það er engin kúpumaður hann núna eða sovjetmaður en eitt hannig. Ekki það er eiginlega því miður núna. En það er alveg til að hafa Alexander hann með okkur maður. Já, það er flott að vera 1-2, en það væri asnætt ef all landslið væri svona eins og hjá mikið af kannski, eins og verið vantilega Katar eftir nokkur ár. Það var þetta náttúrulega allt Brasilíumenn. Það er bara að bjóða mönnum bíla og hús fyrir að koma yfir. Það er bara svo að sé að vera vestlæg á fótboltafélag. Nei, við söknum auðvitað Alexanders, en það verður virkilega gaman að horfa á þetta núna í janúarmánuði. Já, vel spenntur og þetta byrjar helgina. Fyrsti leikur á laugardaginn, ekki? Rússar? Mútið Rússum. Svo sunnudaginn líka, þannig að það er nóg að vera hér á Stöð 2 Sport. Já, Gífinsleikur á sunnudaginn á móti Chile. Já, hljóttum að vinna það. Já, það er easy. Við erum með dúndu þátt fyrir ykkur í dag, kæru hlustendur. Við ætlum að heyra í formanni flugdólga á Íslandi hér á eftir. Verður í léttu spjalli hérna hjá mér Ari Eldjárn sem er líklega einn fyndnasti maður Íslands. Hann ætlar að kíkja til okkar í spjall líka. Með Ísland erum við sýningu á laugardaginn í kjallarann, þjóðleikurskjallarann. Þannig að við ætlum að ræða eins við hann. Við ætlum að fara í Enginn segir. Þannig að ef þú átt eitthvað gott handa okkur að gera, henda inn á Twitterin eða Facebookið okkar. Svo er flottulega keppnin á sínum stað og svo auglýsing fyrir nýjan Greenhope sem kallar sig 4 flippaðir. Já, mér langar til að heyra það. Já, þeir eru að fara að ferðast landið með stand-up. Þetta er ekki smá hópur, það eru menn eins og Hötti Magg, Valtý Björn og fleiri. Ég? Já, og ég sem kynnir. Þannig að það er hellingur að gerast til okkur. Já, og svo kemur að sjálfsög hún líka Helga Arnardóttir til okkar 5:30 sem er að fara að byrja með nýjan þátt. Þannig að það er þéttur og skemmtilegu þáttur á þessum afmælisdegi Rod Stewart. Hann er 68 ára í dag. Ekki nema, ég hef aldrei að vera eldri. Já, hann er bara eins og rauðvin. Hann verður betri. Nei, það. Já. Fyrst hann var betri með aldri? Já. Ok. Rod Stewart er eðal töffari. Fáum hérna Scream and Shout svona til að koma okkur í gang. Hér á ferð sem heitir Scream and Shout með will.i.am og Britney Spears. Og já, það er komið að slúðri hér í FM 95 blöð og það vil svo skemmtilega til að slúðurpakki dagsins byrjar einmitt á henni Britney Spears sem var í síðasta lagi. Skemmtileg tilvíðinu, Hjöpi, að þú hugsa út í hann. Já, ég menna já, skemmtileg tilvíðinu. Vistu ekki? Jú. Britney Spears mun ekki halda áfram í bandaríska X-Factor. Hún hefur ákveðið að segja upp en þarna sérfræðingar að núti segja að hún hefði ákveðið að segja upp því að hún hefði frétt að Simon Cowell var að fara að reka hana og í stað þess að láta reka sig vildi hún að hætta á sínum eigin forsendum. Hún vildi beat him to it. Já, þannig að hún, þessi 31 árs gamla söngkona verður ekki í X-Factor á næstari og ég persónulega fagna því. Ég hef ekkert á móti Britney Spears, fínasti tónlistarmaður og já, bara hef alltaf verið svona nettu Britney aðdáandi frá að maður ólst upp með Britney en hún var bara ekki að gera sig þannig X-Factor því miður. Ok. Ekki nógu góð. Þannig að hún verður ekki á næstari. Og ég segi hvað ég er alltaf að gera á föstudagskvöldi núna. Hvern viltu fá í staðinn, svo ég klári? Hver á að koma fyrir Britney? Skítsama.
Þú gæst ekki láta eins og væri svona með á tannum eitthvað. Jú, það væri virkilega gaman að fá. Það væri virkilega gaman að fá Fergie í Black Eyed Peas. Það rétt hjá þér. Það væri skemmtileg skipting. Það sem ég að horfa á föstaskvöldu núna Idolið 2003 og 2004. Já, það æðislegt á gullinu. Já. Ekki segja mig hvað vinnur. Nei, ég ætla ekki að segja það, en ég held með Tinnu Marín. Já, hún búin að vera Tinna Marín, hún búin að vera frábær. Frábær í síðustu áttum. Stuðmenn voru, það var stuðmanna þema núna síðast og Egill Ólafsson var dómari með þeim. Já, hann veit alveg hvað hann er að segja. Og Simmi með svona aulabrandar svona inn á milli sem ég vil. Já. Og það var einn gæi sem tók hann sagði, komdu sæll og blessaður. Þá kom Simmi til hann og sagði, herri, ég var nú bara að segja, komdu sæll og blessaður. Já, það var ógeðslega gott. Það ekki að fyndi. Simmi reyndar í þessum þáttum en svona hafi étið Simma sem hann er í dag. Hann er svo íspjöld. Já, hann er svona eins og problem child. Vel þykkur og reyndar. En fílu þættir eitthvað síðan. En já, stöðtu gull. Já. Gull indeed. Af því að svo er viltu vinna milljónum sunnudögum? Það er enda svimi stráka þættir hérna og svona sem að ég fæ óþægindarhöll yfir en annars gaman að horfa á tekir daginn, mjög skemmt þetta, ég elska þetta. Þetta er toppstöð, við ætlum að halda hér áfram með slúðrið og næst ætla að segja ykkur af Justin Bieber og Harry Styles. Ertu það mikið inn í slúðrið að þú veist hver Harry Styles er í höfði? Ég veit á þetta, er það ekki One Direction eitthvað? Það er rétt fyrir. Já, þú sett mér þetta. One Direction söngurinn sem var með henni Taylor Swift en þau eru hætt saman og Justin Bieber er hættur með Selena Gomez og það vill svo skemmtilega til að Selena Gomez og Taylor Swift eru góða vinkonur og Harry Styles og Justin Bieber orðnir góði vinnir og þeir eru búin að ákveða núna þessi tveir félagar, báðir 18 ára, þeir ætla að skella sér til Vegas í sumar þegar þeir eru báðir á lausu. Það verður nú einhvern veistlan, það verður ekki vesen fyrir þá að hendi gott partí held ég. Þetta er ungt og leikur sér, það verður bara hálf afbrýðisamur hérna, sköllóttur og ógeðslur í útlöfum. Nei, látt ekki svona maður. Förum við til Vegas í sumar, ég og þú? Ég er bara hérna á því. Höldum okkar partí? Nei, ég er bara, þú veist, getur lóðan með pening eða? En alltaf þeir Justin og Harry Styles að skella sér bara til Vegas og komast yfir þessa ástarsorg ef ástarsorg skal kallast eins og stendur hér. Já. Erst þú með eitthvað á ég að koma með síðasta? Já, ég er náttúrulega með nýjasta hefti af Shit og Heyrts. Og þar er verið að segja frá því að Hanna Rún segir að Sigurður Þór hafi slitið trúlóninni. Nú, ok. En sko Hanna Rún... Hver er Hanna Rún? Hanna Rún, þú veist alveg hver Hanna Rún er. Það er hérna danskonan. Já, dans. Já. Dökkara. Heyrðu, talandu Tinnu Marínu. Hún er hérna. Já, herðu. Er hún að leggja auglýsingu? Nei, hún er bara eitthvað að segja frá uppáhaldsdótinu sinu. Já, hún er komin aftur í sviðslega. Hérna þetta, Hanna Rún, 22 ára, ánægð með skilnaðinn. Það er ekkert annað. Líður rosalega vel, segir hún. En hérna, ég verð að viðurkenna að mér eru aldrei liðið betur. Árið 2013 verður gott ár, segir Hanna Rún Óladóttir, en hún og danskærasti hennar, Siggi, hafa slitið trúlófun sinni og ganga nú kort í sína áttina. Það er hann bara Siggi. Hún fær alveg Hanna Rún og næstu því kennitölu og hann fær bara Siggi. Já, en hérna, en núna er ég ofsalega sátt og ég hef fundið mikinn stuðning í minn garð. Ég á góða að, bæði fjölskyldu og vini. Já, gott. Auðvitað óska ég honum alls síns besta í sínu lífi. Segir hún sko. Já, gott að heyra. Bitu. Þegar þetta fréttist að við værum hætt að dansa saman, þá fekk ég ógrinni af póstum af strákum sem vildi koma og dansa með mér. Ég er akkurat að sækja eitt núna, segir hún og hlær. Já, hún er bara skemmt hlæðandi heima. Hún er að ögra Sigganum hérna í Shit og Heyrt. Bara endalaust að póstum bara sem vilja dansa þannig og segir hún og hlær. Sko, þetta lítur að vera dálítið sárt fyrir Sigga að lesa þetta. Ekki spurning. Af því að fyrirsögnin líður ógeðslega vel, nei, líður rosalega vel og svo er hún að sækja einhvern að fara að dansa á þessu. Já, og er að pota í að þetta er, ég er samanlega, hún er nett pot. Þetta eru stórfréttir. Já, svo ætla ég að enda slúðrið hér á uppáhaldsleikonu Hjöppa og það er hún Rosie O'Donnell. Já, hún er frábær. Hún var að eignast eitt annað barn, hún og eiginkona hennar Michelle Rounds eru núna orðnir stoltir foreldrar af sínu öðru barni og stúlkan heitir Dakota. Gaman að því, Rosie O'Donnell. Róbert. 2 börn. Man fara hér í örstutt skilaboð og svo er það viðtal við, flugdólg. Ari Eldjárn er rétt og kominn og enginn segir. Viðtal við einhvern flugdólg. Nei, formann flugdólg á Íslandi. Það verður áhugavert. Útsalan er hafin hjá E-Label og Evelyn. 30-70% afsláttur af einstakri íslenskri hönnun. E-Label og Evelyn. Laugavegi 32.
Segðu já takk við janúartilboðunum í 10.11. Korn í næringastöng á 129 krónur. Aquel vítaminvatn á 259 krónur. Hámark á 199 krónur. Freyju Duett á 99 krónur. 10.11. Fljótlegt og þægilegt. FM 95 Blö. Á FM 95. Hversu gott rautt rjómanissa? Hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 og já, ég sit hér Auðun Blöndal og beint á móti mér situr formaður flugdólga. Nú reyndar búin að sitja hérna með mér allan þáttinn en ekki talað sem formaður flugdólga fyrir nú og þetta náttúrulega í ljósi fréttna síðustu vikur og það nú Íslendingur sem hefur heldur betur komist í heimspressuna eftir að hafa dólgað eina vélina hjá Icelandair. Hjörvar Hafliðason, ég býð þig velkomin. Takk fyrir það, takk fyrir að hafa mig. Hvernig ertu? Ég mjög góður og hérna það er rétt, ég búinn að vera formaður íslenskra flugdólga síðan 2007. 2007 byrjaru? Já, ég tek við formennsku 2007. Hver var formaður undan þér? Það var Ómar Konráðsson, tannlæknir í Garðabæ. Sem hann hafði dólgað yfir eitt flestar Icelandair vélarnar í einhver tæp 20 ár. Svo tók ég við og hef verið að dólga vélar núna í allan 5-6 ár. Var hann orðinn og gamall tannlæknirinn eða? Já, hann var bara kominn á tíma og það var bara haldið nýr aðalfundur og ég var kosinn og þú er náttúrulega að ferðast með mér og fylgst með mér. Það óþolandi að ferðast með þér? Já, þér finnst það óþolandi en það er náttúrulega list að kunna dólga heila vél. En nú spyr ég var búinn að lofa að við myndum ekki fara að rífast hérna. Ég ætla að reyna að hafa þetta á settlegum nótum, en er einhver í flugvélinni sem fíla þig? Er einhver sem vill flugdólg í flugvél? Sko, málið ef þú ætlar að dólga vél, þú byrjar bara ekkert á staðnum að byrja að dólga. Þú verður að skipuleggja hvernig ætlar að dólga vélina. Já, en vill það einhver í vélinni? Já, fullt af fólki sem er gaman að dólgnum. Og þetta snýst náttúrulega fyrst og fremst skipulag. Hvernig ætlar að dólga vélina? Sjálfur þá er ég mikið að syngja, rölda mikið rekast í fólk, kannski hella eins á fólkið og passa sig á að drekka mjög mikið. Já, að vera nóg fullur sem sagt. Já, vera mjög fullur. En núna vandamáli fyrir okkur sem erum í félaginu er það að núna hefur hann Guðmundur Karl Arthúrsson sem að dólgaði vélina til New York daginn. Og sem komst í heimspressuna. Og hann náttúrulega, núna allir að tala að hann sé besti flugdólgur landsins. Og núna þykjum við hinir ekki nógu góðir. Já, ég meina hann náttúrulega allavega orðin frægastur að eitthvað. Ég get alveg gefið. Er einhver öfins ekki þarna? Auðvitað, varð allt vittlust í hópnum eftir að hann gerði þetta, því að núna allir að tala já, hann besti flugdólgurinn og lalala og ég formaður og ég á að vera besti flugdólgurinn. En hann náttúrulega beitir þetta nýjum aðferðum sem voru náttúrulega frábærar. Hann fór þarna að hrækja fólk og þetta var eitthvað sem mér persónulega hafði bara ekki dottið í hug og hann fekk náttúrulega draum allra flugdólga að vera þarna bundinn niður og teipaður við sætið. Þetta er eitthvað sem að þú vilja láta að gera við þig lengi. Já, maður er alltaf þetta er það sem maður er að sækjast eftir þegar maður byrjar að dólga vélina. Já, að vera teipaður niður. Já, og fá alltaf athyglinna. Já, og allir í vélinu náttúrulega vita þér. Já, og það er alltaf ákveðin sigur fyrir flugdólgin þegar fólk fer að skipta sæti rétt hjá þér á þessi stórun, það erfiður. Já. En núna eftir að hann fattaði upp Lendir þú oft í því að fólk vill skipta sæti þegar það er hjá þér? Já. Og það er viss viðurkenning fyrir þig? Það er ákveðin viðurkenning, því ég kannski byrja að slá mikið í hausinn og þann sem fyrir fram að mig og kannski eitthvað hannig. En núna eftir að hann fór að hrækja fólk og þá auðvitað verður við að finna upp á einhverju nýju og ég er til dæmis sjálfur á leiðinni til Bretlands núna í marsmánuði. Og maður er farin að hugsa hvernig ætlar maður að dólga vélina það var. Hvað er, Þú ert samt bestur, Hjörvar, ekki það, nú ef ég ferðast nokkur sem er, þú ert samt upp á þitt besta. Þú ert eiginlega, ég myndi kalla að þú ert svona stjörnuleikmaður þegar þú ert á leiðinni til Sólalanda, Benidorm, Mallorca, þú þarft svona 5 tíma flug, cirka. Já, ég er yfirleitt bestur svona seinast á klukkutíman. Ég viðurkenni það alveg. En auðvitað núna, eftir að hann Guðmundur Karl kom með þessi nýju tricks, þá er ég að hugsa, væri sterkt að míga á sig í næsta flugi. Hvort ég eigi að míga á mig og þú veist, liggja í, bara sitja svona það sem ég er búinn að míga á mig og vera hlandblautur og þú veist, það fylgir því náttúrulega ákveðin lykt og svona, þannig að flugfröðna þurfa að vera eitthvað að stekast í kringum mig. Þannig að það er svona, kannski svona það sem ég er líklega að fara að vinna með núna næst. Glæsileg, þannig að það er svona í lokinni, er ekki samt nett listgrein, þú sagði með það nú einhvern tímann þegar ég var orðin hvað þreytastur að í flugdólga félaginu eitthvað,
þá þú átt ekki að vera handtekinn í lok flugs. Nei, en það er ekki neitt regla hjá okkur. Sko, jú, auðvitað, maður vill nefnilega geta líka fengið að vera í ferðalaginu, að sjálfsögðu, en það sem Guðmundur Karl gerði svo snilldarlega, hann dólgaði vélina, var teipaður niður, fekk lögreglufylgd inn í New York, en hann var ekki kærður. Nei. Þannig að hann var skellilægjandi í New York en eftir þetta, fekk alla athygline á Íslandi og var kóngurinn í heila helgi. Og er bara orðinn maðurinn í ykkar hóp. Já, auðvitað. Er hann í félaginu, svona í lokin? Já, hann er í félaginu og hefur alltaf borgað öll gjöld og allt svoleiðis og núna svona, hann er farin að líta svolítið stórt á sig, hann er náttúrulega komið núna orðspor og svona dólgjöld. Þannig þið getur verið að missa hann eitthvað annan? Nei, ég á nú ekki vona á því, hann ætlaði reyndar að skella sér í flug núna í næsta mánu og ætlaði svona að undirbúa þá dólgun. Já. Þannig að ég frétti hann var að gera 5 ára samningu við Váer. Til að fljúa með þeim næstu 5 árin. Já, og hann ætlaði líka á Turkish Airlines vil ég líka fá hann. Já, þetta er gaman eins og ég óska okkur allsins besta þó svo, auðvitað vissulega getur maður orðið pirraður á okkur Hjörvar, þú skilur það alveg en ég stið hópinn. Ég meina fólk verður líka pirrað á litlum börnum sem eru grenjandi í flugvélum. Erum við eitthvað öðruvísi en þau? Nei, það er endur alveg rétt þér. Þetta var Hjörvar Hafliðason, formaður flugdólga á Íslandi, að ræða sína skærustu stjörnu og komandi verkefni hjá þessum. Hold up. Niggas who be thinking we soft, we don't play. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up, hey. All my niggas who be acting too bold, take a seat. Hope you're ready for the next episode. Hey, smoke weed every day. Nei, ekki gera það. Þið eru að hlusta hér á FM 95 Blö. Þeir sitja núna á móti mér, bæði formaður flugdólga Samband Íslands, með reyndar farin úr húsið og orðin svona bara Hjörvar aftur. Við erum ekki að fara að ræða meira flugdólgun en kannski við gest þáttarins sem heitir Ari Eldjárn, verður velkomin. Já, ekki fyrir. Hvað segirðu þá? Ég er ljómandi gott á áðurinn við fyrir lengra og verið beðin að skila kveðju til ykkar. Þröstur Elvar Ákason byrður innilega að hilsa Hjöpp og Auta. Nó, Þröstur, takk fyrir það. Takk fyrir það. Gaman að heyra. Fíla það. En ég ætla að byrja að spyrja það því ég var nú að ræða þetta við flugdólgin. Já. Þú runnið sem flugþjónn, ekki satt? Jú. Lengi? 2 sumur. 2 sumur, já. Og ert að fara í það í sumar kannski líka? Nei, en hver veit nema að taka upp þráðan einhver tíma. Þetta er æðislegt starf. Já. Og þetta flugdólgadót, þetta stendur mér mjög næri, ég fór í þjálfun út af þessu. En hefur þið lent í alvöru flugdólg eins og Hjöppa? Ég hef lent í, já, mér grunar að Hjöppi sé samt sko að færi í stílinn. Hann er ekki alveg full-blown eins og Guðmundur Karl. Vinnur okkar? Nei, hann er meira svona, fá sér 2-3 glös og vera hress og syngja og tralla. En ekkert vesen í raun, bara svona stemming. Það er ekki stemming í vélinni. Mér finnst rosalega sorglegt núna, eins og fyrst þegar maður var að ferðast. Það voru alltaf allir fullir í vélinni. Og það var alltaf meira átta stemning. Það var þetta reykja aftast og svona. Já, mikið stemming aftur í. Geðveik stemning. Sko núna mætti halda bara allir Íslendingar væri alltaf á leiðinu einhvern viðskiptafund erlendis. Það er bara ef maður bara opna bjór og heyrðis þá bara horfa allir í áttina mann. Er ekki klukkan 9 hjá þér félagið? Það er komið svolítið svo stemming. Er því miður, það virðist þessi frábæra drykkjuhefð okkar í flugvélum. Hún virðist vera deg út. Já, þetta náttúrulega tengist líka þessum tíma þegar að bjór var ekki til á Íslandi og þú drakst bara bjór í Leifsstöð og í útlandum. Þá fóstu náttúrulega út og varst bara rallfullur þegar þú varst komin. Þú stóður vel spenntur og kom bara á Leifsstöð. Já, það var bara svo mikið mál að fara til útlanda og fólk kannski bara ekkert oft til útlanda og þetta með að klappa það vélinn lendir, þetta er rosa Íslands líka bara já, það gekk allt við lendum. En þetta er svona, já, þessi kaupstaðalykt og svona, hún er kannski aðeins að hverfa. Aðeins að deyja sem er daburt. En ég ætla að óska til hamingju með þáttinn. Ég sá Mið Ísland á sviðinu hérna á Stöð 2. Já, takk fyrir það. Virkilega skemmtilegt. Já, takk hérlega fyrir það. Og þið eru að fara af stað aftur en í kjallarann núna, ekki? Já, það er svona heimavöllurinn okkar er Þjóðleikhúskjallarinn. Hann er svona okkar comedy cellar eða comedy store. Okkur langar að gera hann að svona alvöru, bara svona uppistandsklúbb. Og ætlið svona bara að koma inn, þú veist, eins og bara öll góð fótboltalið koma alltaf með einhvern nýjan ungan eða einhvern nýjan ferskan. Er það introduce some new guys eða? Við höfum gert það og við reyndar verðum kannski svona oftast bara fasti hópurinn. En það gæti verið að sé annars slagi detti inn einn og einn einhver svona gestur. Þannig að það hefur ekkert verið nellt niður ennþá. Nei. Annars var það búin að vera með eitthvað mikið? Já, við reyndar hann og hún verður ekki með okkur alveg fast núna. Það er bara svo mikið að gera hjá henni. Hún er skrifa einhver 6 handrit, leika í 2 bíómyndum og fara til útlanda 5 sinnum að dag. Já, og svo er hún ástfangi
leikinn líka. Já, það er allt nóg að gera þar. Já, en hún er eiginlega bara svo eftirsótt að við bara eiginlega trompum ekki. Ok, náðu henni ekki? Nei. Það liggur að þurfa að tala við reytara til að það er ekki alveg eina sveifa með þetta alveg á hreinu. En hver er svona þinn uppáhalds, ef við tölum nú aðeins að standa, hver er svona þinn uppáhalds grínisti þarna úti? Þarna úti? Já, þínum stóra. Já, það er Louis C.K. Louis C.K., já. Ég er búinn að skoða hann svolítið upp á síkast, virkilega fyndinn. Hann er bara, og Patton Oswalt líka, hann er frábær líka. Það sem hann leik fatlaðagurinn með Ben Stiller í Ég er ekki alveg klárað Something About Mary. Ég veit það ekki. Nei, það er ekki hérna... Það er eitthvað stand-upari líka. Það er hérna Lee, ég man ekki hvað hann heitir, hann er enskur. Já, ok. Lee Evans held ég hann heitir. Nei, þessi var í King of Queens, reyndar. Já, litli. Þippinn. Já, hann er æðislegur. Hann er alveg sturlaður, hann er svo fyndinn. Hann er með ótrúlega fyndið bit hérna rómantíska gamamyndir. Og hann segir að það ættu bara allar að heita Trying to Fuck. Mæli með þessi, Patton Oswalt, Romantic Comedies, þetta er eitt af finnasta sem ég hef heyrt. Ég myndi segja á því. Hjörvar, þú ert svolítið í stand-upinu? Já, ég hef alltaf hrikalega gaman að þessu. Ég er búinn að held ég að fara 3 eða 4 sinnum á. Já. Ég svona kynntist þessu fyrst þegar Pablo Francisco var. Já, það var hann mætti þetta. Hann var með eitthvað grínskett sem hétt movie previews. Og ég held ég að hlusta svona 700 sinnum á það. Já. Fannst það alltaf fyndið. Hann líka fyllti bara, kom hann ekki 3 eða 4 til Íslands? Hann komið 3, ég held hann að, eða oftar, ég veit ekki, en hann var í Háskólabíó, hann var á Broadway senast, samt tróðfullt þar, og Vestló, hann skemmti á Vestló. Hann og dávaldurinn Seilist, þeir einhvern veginn eiga alltaf sína aðdáendur hérna í Íslandi, geta bara poppað upp. Hei, þið getið megið tala illa Seilist eins og þið viljið, en ég var alltaf glerharður aðdáendi. Hver var að tala illa hann? Þú varst að fara að gera það. Ég fekk DFD-diskinn Seilist á Íslandi. Já, frábært. Hann kom í 70 mínútur á sín tíma og hann dáleiti mér nú, þannig ég get nú ekki verið að rakka hann niður. Já, en Pablo, sko, mér syndi, ég var ekkert komin inn í neitt svona uppistandan eitt þegar hann kom, en hann var það frægur að það var þekkt hann allir. Veistu hvað, það verða átt svona gæjar, stjörnur á Íslandi, kannski er þetta orðið ónýtt núna, það var allavega hérna áður fyrr, svona stjörnur á Íslandi sem voru kannski ekkert rosalega vinsælir, þú Seiles, rosalega kóngurinn á Íslandi bara girnandi niður og sig alla daga, sko, Pablo Francisco, franska handboltalandslið fór á austur, það hefur aldrei neitt vita hver neitt hann er, þú veist bara, það vissu allir hver þetta voru. Karabatic, maður. Forseti Frakkland sem verður ekki eins og viss að þið væru með handboltalandslið þegar það var tilkynnt að væru gull. Já, hönnu bara heimsmeistaras. Já, við með líð, mjög góð. Þú veist. En líka Pablo hefur komið í réttum tíma, Pablo hefur komið þegar hann var að byrja að vera stór, bara ekkert löngu eftir þegar hann var í Íslandi, var hann í David Letterman og Jay Leno og svona. Hann er ennþá með sama efni og fyrir 10 árum. Það er eitthvað sem ég ætla að hrósa þér fyrir það. Þú varst nú hjá okkur hérna á jólahlaðborðinu og ég hef séð þig allavega 4 sinnum skemmta, ef ekki 5 sinnum. Þar varstu með allt nýtt. Já. Það var virkilega, er þetta vinna eða bara? Já, þetta er bara... Þú veist, mætur þú bara inn á skrifstofu heima hjá þér, að ferðu inn á skrifstofu og segir, nú ætlum ég að semja stand-up. Er þetta bara eitthvað sem þú punta niður út á ferðinni? Já, bæði og. Þetta er bara svona eins og að skrifa bók eða eitthvað. Ég meina það. Er þetta eins og sett bara rithöfund og þú mætir bara, ok, nú ætlum ég að semja hérna frá 9 til 5. Já, en svo náttúrulega í raun og veru er það aldrei frá 9 til 5, heldur meira svona frá, þú veist, 11 til 12 eða 1 til 3 og ekki endla alltaf, maður er rosa misduglegur. Það er sama hversu mikið maður reynir að vera agaður, maður er alltaf að fresta og kvíða að gera eitthvað nýtt. Þetta er mjög staflega magna. Ég hef aldrei heyrt í honum fyrir að hann kom fram í afmælinu þínu. Já, 30-afmælinu mínu. Það er fyrsta sinn sem ég heyrði þig líka. Við erum bara að tala um einhverja viðburði sem er eitthvað svona prívat. Áast frábær í afmælinu mínu. Já, takk fyrir það. Það er frábær líka. En þá er ég sko svolítið sár út í hann sko, því ég var búinn að vera að vinna mikið með gríni að tala sko ensku eins og Dani. Þá tók hann þetta bara að gera það 100 sinnum betur sko. Já, ég taldi mig vera að finna upp einhvers konar grín, svona reglu eða einhvers konar, ég væri búinn að detta niður á eitthvað sem bara mér hefði dottið í hug og svo er ég búinn að sjá sko að þú ert í Svíþjóð eða Noregi, þá bara er það standardpartur á þínu setti að leika Dana að tala ensku. I'm just speaking English like this. Þetta bara þykir svo fyndið það. Hjöppi líka með Bubba, hann er líka búinn að stela honum maður, varst þú ekki alltaf? Já, ég stal Bubba frá einhverjum 10 öðrum sem voru búin að gera góða fyrir. Geðu okkur smá Bubba hérna, Hjöppi. Nei, hann er svo lélugur sko. Hvað er það? Þetta er lélegasti Bubbi, ég versta Bubba herm. Geðu okkur smá. Mér finnst bara þetta rosalega gaman að fá þetta.
Er þetta umlegt? Nei, þetta er ekki frábært. Þetta er ekki ömurlegt. Frákvæmlega tilbúið, þetta er ekki frábært. Þetta er ekki sko, ég leik Bubba ekkert rosa mikið í uppistandi. Þetta er bara rödd sem ég er með því að bara ég er búinn að vera með hana mjög lengi. Ég breytist því ekki alltaf bara, sko, þú ert náttúrulega þegar þú ert að skemmta þig í kringum hann, þá er maður oftast kannski með eitt kaldan við hönd eða eitthvað, hvort sem er ammali eða eins og ég segi, þú varst á jólahlaðborði 365. Ég breytist bara í lítinn krakka og labba á eftir, ég veit bara að tala Bubba alltaf. Ég elska þetta, ég fæ ekki leið á þessu. Maður verður bara að svara því þegar það beðið það, en ég hef lent í því, sko, þetta vatt svo mikið upp á sig að gera þetta að ég fór einu sinni, eftir að við gerum hann að símarekk saman. Já, hringdum í Palla pappa, umboðsmann sem gekk miklu betur en ég hefði þórað að vona. Ég var svo hræddur að myndi bara klúðrast. Já, þú ætlar ekki að vilja gera það. Ég vildi ekki gera þetta, mér fannst það svo vandræðilegt, en þú talaði minna og það var gaman, en þetta vakti alveg svona svolítið viðbrögð. Ég fór á bar ekkert löngu seinna, þar kom bara maður upp með bara eitthvað, heyrðu, þú! Og hann lyfti mér upp og labbaði með mig út af barnum og inn í port. Hann rændi mér og sagði, ég verð að segja það svolítið, ég er líka í þessu. Já, viltu heyra, viltu. Og svo kom bara svona eitthvað, ég er Bubbi Mortens. Og það var ekki einu svona svona, það var bara svona eitthvað, ég er Bubbi Mortens. Það var ekki einu svona líkt. Og ég þurfti að hlusta á hann í svona 5 mínútur og kinka kolli. Rosalega, þetta er mjög fínt. Þarna varstu að fá bara up in hand á djamminu, áhörndahópu utan sveipa. Já, algjörlega. Hann tekur þið bara stelur og þau með því í port. Ég held ég kemi ekki tilbaka úr þessu porti, sko. En þið eru á laugardaginn, má ég please byrja að segja hlustendum sem Bubbi Mortens að mið Ísland sé í þjóðleikhúskjallaranum á laugardaginn kemur? Já, svona rúlu svo öllu saman í eitt svona stóran bolta. Já, komið sæl. Má ég ekki segja eitthvað annað heldur en þetta plögg? Já, bara allt sem þú vilt. Þú ert góð strákur, Öddi. Þú lætur mig alltaf gera sama grínið híkjam. Ég er alltaf að reyna að þróa mig frá þessu, en þú heldur mér föstum. Þetta er eins og Radiohead að spila Creep. Aftur og aftur og aftur út af pöntun. Takk fyrir það, vinur minn. Takk fyrir komuna og já, ég hvet alla að þetta er inn á miðið.is, ekki? Hvenær er þetta nákvæmlega? Þetta er á laugardaginn í þjóðleikhúskjallaranum. Ég hef alltaf farið á það á 50-degi, þannig Já, þetta er á laugardaginn núna. Þetta verður kannski aðeins líflegari salurinn, sko. Og má vera mjög fullur hann inni? Má Hjöppi dólga salinn? Ef þú reynir að þá tek ég á því það sem ég læri því á flugþjótt sem er hérna... En þú veist, ef það verður eitthvað svona, hvað er einhver hérna sem hefur upplifað þetta? Þetta er ég! Já. Alltaf sami gæinn. Já. Það er hressandi. Það verður mitt svolítið saman. Maður passa sig á því að spyrja ekki svolítið spurninga. Ari Eldjárn, takk kærlega fyrir komuna. Laugardag. Og hvet ykkur öll til þess að tjekka þessu. Takk fyrir. Sunnudag á Stöð 2. Undanfarna áratugi hafa þó nokkrir Íslandingar horfið sporlaust. Helga Arnardóttir rannsakar mannshvörf á Íslandi í nýrri þáttaröð. Mannshvörf, fyrsti þáttur sunnudag klukkan 20:25 á Stöð 2. FM 95 blö. Á FM 95. Hversu gott er blátt hrísgrjónissa? Djammað í Garðabæ hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform, Bieber hér með Beauty and the Beast. Þetta er ekki bara Justin Bieber, heldur Nicki Minaj þarna með honum. Ertu Nicki Minaj aðdáandi, Hjöppi? Nei, ég get ekki sagt það. Nei, við vorum þetta búin að kveðja Ari Eldjárn, hann situr hérna ennþá hjá okkur og ég fílaði því ég var að spáði, viltu ekki bara taka sturlaða staðreyndir með okkur, Ari? Jú, hvað er það? Veistu, ekki gera mér þetta. Ekki taka hann emmering og þykist ekki vita sturlaða staðreyndir. Þetta er bara okkur einasta þætti. Takk fyrir að hlusta, Ari. Hvað er sturlaða staðreyndir? Hvað er það? Já, allir er að hlusta. Allir er að hlusta, getur ekki sagt mér hvað það er bara. Sturlaða staðreyndir eru, þá les ég upp 10 staðreyndir sem eru allar sturlaðar. En engu að síður staðreyndir. Herru, en þetta er samt lúk sem ég ætla að fara að vinna með alltaf núna ef það verður eitthvað hringt í mig eitthvað. Herru, við erum ekki hérna frá hraðfréttum. Hraðfrétti, hvað? Ok, tekja á mig. Þetta er mjög gott lúk hjá Ara. Þetta er Björgvin Halldórsson trikki. Ég ætla alltaf að láta þess að ég hef aldrei heyrt eitt en þetta er geðveikt. Þetta er enda mjög algengt að menn þykist ekki vita hverju menn eru til að virka töff. Hvað heita er aftur vitleysingar, eitthvað 80 mínútur í hann
Hvað heitir hann aftur? Öddi, eða ekki? Já, Oddi, eitthvað, ég veit ekki hvað þessi menn heita. Með krullur, vitleysingur. Mjög gott. Ég ætla að fara að nota þetta look líka. Já. Ég var líka að segja þetta daginn, ég ætla að fara að vera líka svona meira svona, ég ætla að reyna að vera svolítið sérstakur. Já. En svo segir Óli Steff og segir allir svona eins og Björk, Jón Gnarr, þau eru öll mjög sérstök. Já, svara aldrei spurningum. Já, alveg elskuð. Ég bara að fara að vinna svolítið með þetta. Þú getur ekkert verið það, þú ert bara eitthvað lúður frá Sauðárkróki. Hvernig er þú að vera eitthvað spes? Ef þú ert spurður... Það er bara best að vera þú sjálfur, sko. Já, vertu þú. Hvað segir það þig? Nei, bara ef þú ert spurður, og er þetta ekki allt gott að frétta? Þá áttu ekki að segja, jú það er allt gott að frétta og fara síðan að koma í dæmi og það er gott að segja, já, ég veit það ekki, sko, en og svo kemur bara eitthvað allt annað. Já, bara eitthvað steypa. Já, þá ertu orðin svona. Já, ég ætla að fara að vinna í þessu. En við ætlum að fara hér í sturlaða staðreyndir sem einmitt uppáhaldsdagskrárliðan hans Ara og byrjum hér á fyrstu. Fyrsti smokkurinn var gerður í kringum 1640 og hann var úr svínaskinni sem var dýfður í mjólk og svo bundinn á. Ok. Skemmtilegt. Ok. Hressandi. En sturlu staðrind eitthvað að síður? Eigum að segja eitthvað um það? Nei. Ekkert alltaf, en stundur ræðu þetta og svona. En ég fór samt að hugsa, það er vesen stundum fyrir menn í dag að henda honum á. Eina sem þú ert að gera er að bara setja hann og rúlla niður. Þú ert að vera í helviti miklu stuðu þannig í gamla daga. Við erum bara með þá prinsipreglu að 3 menn á fertugsaldri, þeir ræða ekki saman um kynlíf, þannig að bara næstu Nei, ég er að tala um smokk. Já, ég veit það, það er ekkit ef það væri ein kona hérna sko á kantinum, þá væri lægi að ræða þetta eitthvað áfram. Finnst þér ógeðslegur? Nei, það er bara eitthvað viðbjóðslegt ef við förum að ræða þetta. Já, við þurfum ekkert að ræða þetta nefnilega. Það er næsta, það heita 83 karlmenn í Bandaríkjónum, Edward Cullen, sem er einmitt nafnið á vampýrun í Twilight, sem hann leikur þarna vinnur okkar. En 23 létu breyta nafninu sínu eftir að myndirna slóðu í gegn. Þannig þeir voru eiginlega bara 60 sem hétu þetta uppálega. Þetta er eins og gæinn í Office Space sem heit Michael Bolton. Þetta var æðislegt. Vildi ekki skipta um nafn. Það er eitt strákur íslenstingur sem býr í Noregi sem heitir Steingrímur Njálsson. Ég hringdi eins og í hann og spurði hann út í þetta. Og hann sagði mér frá þess að alltaf, bara hvert sem hann færi, ef hann þyrfti að segja nafnið sitt, þá var það alltaf bleðilegt. Þetta er erfitt nafn að bera. Mamdin og svo þegar svo við vorum eitthvað svona, ég og Sóli vorum saman þetta með sirkus og svo ætlaði ég að rosa fyndir og ringi í stelpsinni hér Vigdís Finnbogadóttir. Hvernig er þetta Vigdís? Ég vil ekki ræða það. Og bara skellt á. Það var líka maður sem heitir Davíð Oddsson sem er bara einhver bílstjóri eða eitthvað og hann fekk alveg svakalega símtölu Davíð Oddsson, hann og Kári hérna Stefáns er einu mennina sem á neita að aldrei komið sem gesti til okkar sveppa, sama hvaða rugli við erum í. Þannig að við fengum eins og Davíð Oddsson í Strákana og þá var það bara einhver pípari hérna í Vesturbænum sem mætti, við auðlustu það samt bara Davíð Oddsson, hjá Ödd og Sveppa, massa áhorf, mjög fínt. En ef við ætti að finna ykkur svona karakter og kvikmyndur strákar, hvað myndið þið skýra ykkur, þið mætti velja hvað sem er? Ég myndi kalla mig hérna McMurphy, eins og í Gaukshreiðrinu. Já, ég hugsa að við færi í... Nei, ég veit það ekki. Dirk Diggler, ég myndi kalla mig Dirk Diggler var hérna. Ray Tango. Ray Tango, frábært nafn hjá þarna. Herru, svo er það næsta. Þú færð svipaðan bakteríufjölda á þeim þegar að þú færð að hringja hjá einhverjum öðrum eins og að viðkomandi myndi hnerra framan í þið. Ok. Ok. Ekkert eitthvað, við þurfum ekkert að grenja og láta reyna þenni. Nei, make sense. Já, mánu næsta. Það er $1,000 á sekundu í klám á netinu sem gerir 390.000 krónur á sekundu. Hvorki meira en minna. Það er einhver bransi sem við getum farið saman í strákarnir. Það er svo næsta. Ef að starfsmaður Google deyr, þá fær maki hans helminginn af launum hans útborgað mánaðarlega næstu 10 árin. Wow. Þetta er svolítið flott regla þetta á Google. Ekkert smá. Þetta er gott fyrirtækjur styrra. Já, fínt að fá vinnu þarna. Það víst eitthvað allt út í borðtennisborðum og fútbolborðum og allir að hafa rosa gaman í vinnunni. Já, og mæta þegar vilja eða ekki. Þetta er svoleiðis vinnustæð bara. Já, verður bara í góðu stíl. Eins og Facebook, það er líka svona mikil stemming alltaf. Ég sá það í 60 Minutes. Þá var hann bara svona, það lá við eins og hann væri hérna Will Ferrell í Eastbound and Down. Hann var bara svona, that's just the fun and games we have around here. Og svona sína bara fyrirtæki, ógeðslega gaman í því. Þetta er Facebook. Það er bara gaman. Svo pottið ógeðslega mikið af einhverju svona liði sem við fáum aldrei að sjá sem er bara einhverjum skemmum þræland. Sko, en Öddi er erfiðast yfirmaður í heimi. Þetta er svona gæði sem er alltaf verið að hringja sem veikan þannig að hann var að vinna á Wurth. Já. Svo misti ég nú 2 þætti í vetur. Þetta er Öddi hérna, ég kemst ekki næstu 2 þætti.
Ég hef aldrei átt erfiðar að fá frí hjá einu manni. Mér fannst bara svo skrítið. Hjöppi núna orðin einhver big man on campus, hann er hún skólastrákur og hann var að fara í próf, hann gæti ekki kúplað sér út úr lesturinn í 2 tíma og 50 og mætti hérna til mín. Óafsakanlegt. Það er áfram. Næsta, þetta fannst mér æðislegt. Býflugur hita upp áður en þær fljúa. Þetta er alltaf snill. Þær fara ekki bara beint á stað, heldur hita þær upp. Já, það er svona stinga broddinum inn í vegg og gera svona magaæfingar. Það er svona hlaupa á staðnum og ég sprakk og látur ég lasi þetta. Kannski verið bara einhverjum galsa. Já. Þetta næsta. Þú ert 1 centimetri hærra á mótnana heldur þú ert á kvöldin. Þetta vita allir. Er það málið? Já, þú stendur allan daginn og klemmir saman og þetta er líka geimfarar sem fara út í þyngdarleysi. Þegar þið koma tilbaka þá eru þið svona 2-3 centimetrum hærri og eru rosalega aumir. Sturlu staðrind, beint frá Ara hérna. Ánægð með það. Ég hefði, þá ætlum ég að passa á einu. Næst er að vera að mæla mig fyrir vegabréfið mitt. Ég ætla að láta taka myndina á mótni til. Eða í þyngdarleysi. Eða í þyngdarleysi. Því ég vil vera 1,80, ég er bara 1,79. Og ert ekki 1,79, svona 1,77, 1,78. Ég sverða ég er 1,79. Ég er 1,79 líka en ég segi 1,80. Já, ég segi bara 1,79. Herru, svo er það næsta. Bros er smitandi. Já. Já, sko. Allir brosandi. Já, hlátur er það líka, maður er kringum Hemma Gunn. Ég hlæ miklu meira í kringum hann en aðra. Algjörlega, ég vil láta segja alveg hræðilegi hluti sem hann er að segja. Já, var illa fyrir honum. Hann hljóð fyrir bíl. Æ, blessu sem minningar. Svo næsta hérna. Súkkulaði hjálpa þingu. Og er víst einhver þingur bani, ég er ekki að kaupa það. Mér fannst þetta, Hemmi sagði úkislega að fyndi brandar á hann. Ég sagði að vandamáli er að Valtýr Björn með 2 símanúmer, segi við Valtýr, nei við Hemma. Og sagði Hemmi, Valtýr Björn með 2 númer, hvað er svona lítill maður að gera með 2 símanúmer? Ég heyrði þetta. Ég er hló. Já, hann hendi bara í þennan. Valtýr Björn er einmitt í góðum sketch hérna eftir. Sem að það er nýr stand-up hópur sem heitir 4 flippaður. Kom betur á því hér og eftir, ég ætla enda á síðustu sturlulegu staðarinn dagsins. Kakofóbía. Já, kakofóbía. Ég veit hvað það þýðir. Hvað? Þetta er væntanlega einhvers konar hægðafælni. Nei, þetta er hræðsla við ljótt fólk. Ó, guð! Já. Og eins og það heyri kæri hlustendur, þá er ég ekki haldinn henni. Hvernig fannst ykkur þessi? Mjög góð. Mér finnst allt gaman að hendi eitt svona brandir í lokin. Það voru sturlaða staðarendir Ari aftur. Takk fyrir komuna. 100% afsláttur. Elko, einfallega lægra verð. Leikstjórn, leiklist, framleiðsla, handritsgerð, kvikmyndataka, klipping og margt fleira. Byrjaðu nýtt ár á að gera það sem þið dreymir. Kvikmyndaskóli Íslands, sæktu núna. Námið hefst 16. janúar. Kvikmyndaskóli Íslands. Stærsta útsala landsins er í Kringlunni. Komdu og gerðu spennandi kaup. Nýtt kortatímabil. Kringlan af öllu hjarta. Opið til 9 í kvöld. Mið Ísland í samvinnu við Doritos og Bola kynnir uppistandssýninguna í kjallaranum. Frumsýning 12. janúar, miðasala á miði.is. Fékortið slær rétta taktinn. Fékortshafar geta nú nælt sér í miða á tónlistarhátíðina Sónar í Hörpu með 10% afslætti á fékort.is. Tilboðinu lýkur á miðnætti 11. janúar. Fékort, farðu skynsamlega með þitt fé. Það er opið allan sólarhringinn hjá Dominos í Skeifunni. 24 klukkustundir, 1440 mínútur eða 86.400 sekúndur. Dominos. Langar þig í háhraða internettengingu á ljósnetinu? Við bjóðum þér aðgang að ljósnetinu á frábæru verði. Er það ekki bara dýll? Tal. Svona á samband að vera. FM 95 blöð. Á FM 95. Hversu gott er grænt perlunissa? Rakaðir pungin hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtasmar á 1. Þeir að hlusta hér á Auta og Hjöppa á FM 957. Klukkuna vantar 3 mínútur í 5. Ari Eldjátt farin úr stúdíónu, þökkum honum aftur kella fyrir komuna. Skemmtilegur strákur að vera þægilegur. Bara að fyndast í uppistandar á Íslandi, ekki? Hann er svo besti. Ég hugsa að hann er svona besti stand-up
grínist Íslands. Já, hann á svona sketsa sem að hann finnst alveg eins og þarna, ég hef alltaf að tala um hennan Brynborg og einhver staðu til að vera á. Það er bara, held ég að finna síðan séð. Og líka hann þarf ekkert að vera að tala um tippi og kynlíf og eitthvað til að vera fyndin, sem er virðingarvert. Það er mjög gott sko. Já, ekki gróður en virkilega fyndin. Já. Og við þökkum eins og ég segi, hún er kærlega fyrir komuna, en það er hins vegar komið hér að föstum lið á 50 dögum og það er flottulega keppnin, Hjörvar. Já, og þú ert að byrja núna af því að þú gleðir mér að byrja síðast. Ógeðslega fyndið samt að þú segir að ég eigi að byrja núna. Já. Þegar að síðasta 50 dag var þér alveg sama hvor myndi byrja. Já, mér er alveg sama bara. Ég held að þú vildir að væri farið eftir reglum en skiptir mig einhver máli. Nei, en að því að þér er sama, en samt var þetta fyrsta sem hún segir að ég eigi að byrja. En ég skal alveg byrja. Ég er með þrusulag, þú ert hvað, 3 stigum yfir, 3 sigurum yfir held ég. Já. Ég vann síðast og minnkaði til 3 og mikilvæg sigur og ég þarf á sigrahald í dag, en það er ég komið lag sem að ég held að getur ekki tapa. En ekki búlja hlustendur, verður góðu þá. Herðu, þetta kemur úr hörðustu áttan. Nei, verður góðu þá. Já, verður þú líka og verður sangjan. Já, og verður líka betri við hlustendur eins og það er við hittum út á götu. Ég faðma það alltaf. Þú vilt alltaf ekki, hæ. Hvað er þetta glæður? Eins og núna, nú ertu strax byrjað að svindla og byrjað að ljú upp á mig. Að þeim veit ekki væntur hlustendur, er það? Já, ekki mér. Ok, ég er segur. Nei, og ekki mér. Herru, hringi í lókuna. Ég er segur. Þú ert svo leiðilega maður. Handjáðu mig. Ég elskar hlustendur mínar. Ég faðma mínu hlustendur, sko. Já, ég líka. Ég er enda með snertifælni, en ég er svona hálffaðma. Já, þú getur það ekki. Þú bara svona, ok, takk. Hjörvar, ekki byrja á svindli áður en að keppnin byrjar. Herru, mér þykir allan að væntum ykkur sem eru að hlusta og njótið. Mér líka, sverða upp á allt mitt líf. En það er komið að mínu leið. Elsku ykkur meira. Og það hættu þessu. Ég ætla að byrja þetta og ég var á leiðinni heim daginn, það er ekki oft sem ég gera þetta. Ég seifaði í síman, ég hugsaði bara með mér, af hverju í ósköpunum hefur þetta lag ekki verið í flottulega keppnin hjá okkur, þegar þetta er sennilega eitt af mínum uppáhaldslögum, bara allra tíma. Og ég á svo marga góða minninga við þetta lag og þetta lag eldist vel og þetta er eitt svalasti rappari heims. Og byrjar að þetta er In The Club. Þetta kort. Og þetta lag skulle ekki verið spilað, þetta er ótrúlega. Rapparakortið þitt. Þegar líka krökkum finnst svona svarti bandaríkjum. Það synda þurfa lækkanir í 50 Cent og hans, allra frægasta In The Club. Battle the Bird. Ég langar bara að vera skemmt að með þér heyri þetta. Já. Hún ætlar að spila þessu korti enninu sinni en hvaða korti, góðu lagi? Ég ætla að fara í annað og betra. Eitthvað annað allavega? Já, allt annað. Það eru held ég, það eru 30 ár síðan að ég sá að einu mínum uppáhaldsbíómyndu kom út sem var Rocky 3. Hefur þið verið með Rocky-lagið náður? Nei, aldrei. Jú? Nei, ég er með tölvöld betra minni en þú, auður minn. Og þetta er lag úr Rocky 3 sem er svona, held ég, svona vinsælasta pepla allra tíma. Það fóru svona, var leiður á því á tíma, en svo er þetta bara það mikil klassík að ég er á því að þetta sé líklega eitt besta rocklag allra tíma. Þetta er bara klassíkin sjálf, I Have a Tiger. Hækkaði bara vel í þessu. Nú komið smá leið á þessu. Þetta er æðislegt. Það verður bara betra og betra. Hækkaði þessu og slögt á þér. Þetta var klárað fyrir mér í félagsmiðstöðum á sínum tíma og sögur okkur ekki. Alltaf verið að spila það. Hækkaði þessu, þetta er geðveikt. Fínasta lag hér á ferð. Það er, spáði, kannski einhver gæi núna keyra á æfingu eitthvað. Þvílitt peppaður. Já, líka eftir In The Club, betur hann peppist ekki upp við það, maður. Peppast enginn upp við það. Það er In The Club, en sem betur fyrir er þetta ekki í þínum höndum, Hjörvar, það eru hlustendur sem að ráða þessu. Þú fær að ventana kvenkisatkvöðin, ég fæ öfnilega glerhörðu kallmennina. Hvað kallmaður fílar ekki In The Club? Byrjum hér, FM 95 Blöð, hver fæ þitt atkvæðin? Hjörvar Hafleðarsson. Takk kærlega fyrir það, vinnur. Hjörvar Hafleðarsson með Eye of the Tiger. Verður á góðu. Takk fyrir, vinnur. Takk fyrir að ringja. Einmann. Það er 1-0 fyrir Hjapanum. FM 95 Blöð, góðan daginn. Halló. Enginn þar? Nei, það er þessandi. Línan er samt opinn. FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan dag. Það er klálega Hjöppi. Takk kærlega fyrir það, 2-0 fyrir mér. Gleðilegt nýtt ár, vinnur. Já, gleðilegt nýtt ár. Já, ég get alveg hendaði nýjáskvæði. Gleðilegt ár. Takk fyrir ekkert. Takk fyrir þetta, Takk fyrir þetta, elskan. Hjöppi, hættu svo elskan. Það bara ferðir ekki. Takk fyrir þetta, elskan, þú ert að tala um fullorðinn kallmann. Hættu því, Hjörvar. FM 95 Blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Heyrðu, það er Hjörvar Hafleðarsson. Nei. Takk fyrir þetta, elskan, og gleðilegt nýtt ár. Gleðilegt nýtt ár. Ég heyri það nú bara röddinni þinni að þetta verður þitt ár. Jú, klálega. Ég heyri það líka. Takk kærlega, elskan. Bye, takk fyrir ekkert. 3-0, hvað er að gera þetta? In The Club með 50 Cent. FM 95 Blöð, góðan daginn. Góðan daginn.
Það segir, ég heyri, hann 50 maður. Nei. Jú. Það alveg klárlega Hjöbbi. Takk kærlega fyrir þetta og gleðilegt nýtt ár, vinnur. Það sömulegis, kallinn minn. Og ertu ekki byrjaður að njóta þér á nýja ári? Það gerst hérna maður. Glæs, gaman að heyra og takk kærlega fyrir þetta, vinnur. Það sömulegis. Takk fyrir þetta, elskan. Takk, elskan. Ég ætla að stela þessu elskan maður. Ömulegt. FM95 blöða. Það 50 cent. Það 50 cent, þá loksins eitthvað með vitið maður. Hvað heitir þú? Þú mikli mestari. Ég Daniel. Daniel. Daniel, hvernig er veðrið á Króknum? Hvernig er veðrið á Króknum? Ég á leiðinni upp í Bláfjöll. Já, ok. Hún á leiðinni upp í Bláfjöll. Daniel út alveg með þetta og ég óska þér allsins besta og gleðilegt nýtt ár. Já. Farðu valið upp í fjallinu. Við þurfum svona mestar eins og þig. Ok, bye. Takk fyrir, bye. 4-1. 4-1. Hvað ég væri til í eitt svona alvöru comeback. FM95 blöð, góðan daginn. Jú, góðan daginn. Ég ekki svöður. Annar þekkið þig. Annar 50 cent snillingur. Við erum tveir hérna sem kjósið. Nei. Herri, takk fyrir þetta. Erðu, hvað er verið að brasa? Við erum bara að reyna að kemla einhver enn til DK. Ánægði með ykkur. Takk fyrir að ringja og takk fyrir atkvæði. Hafa það gott. Bye. 50 cent komið 2 röð, er ég on a comeback trail. FM95 blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn. Það er æðast og tækir. Já. Takk hella fyrir þetta. Ég meina þremillin. Ég heyri nú bara strax á röddina, það meistarafæri, hvað heitir þú? Jón Bjarni. Jón Bjarni, heyrðu, Jón Óttur og Jón Bjarni, var það kannski mynd sem var í uppáldi á þér? Ekki mikil, sko. Ekki mikil. Fegstu að heyra það kannski svolítið? Hæ? Fegstu að heyra oft hvað er Jón Óttur? Ég er búin að heyra hann bara nokkusunum. Já, það er reyndar alveg fýtt brandari. En þú ert greinilega mikill... Í miljónasta skipti. En þú ert mikill rockimæður. Já, smá, sko. Og væntalega harður af þér eins og mér heyrist. Já. Já, takk hella fyrir þetta, Eskan. Takk fyrir ekkert, en takk fyrir að ringja. Takk, Eskan. Farðu að vinna. Já, bye. Herru, það er gamla góða. Hvernig hefur þú kosið? Herru, 50 cent. Auðvitað, maður. Tók vitlaus á línu. Herru, takk fyrir. Ok. Bye. Ætlar nú að fara að taka lustum. Hvernig hefur þú kosið? Góðan daginn. Góðan daginn. Hver er það fengið þitt atkvæði? Herru, ég verð bara að segja það að Öddi er yfirleitt alltaf með langbesta lagið og ég er alltaf að reyna að syngja inn en þau svari mér aldrei. En þetta skiptið og þá er Hjöbbi með mitt að... En þér finnst ég persónulega með betri tónlistasmekk, það er sem þú átt að segja. Ég klárlega. Takk fyrir það, takk aðeins. Ok, bye. Með þessum orðum kveðjum við þennan lið. Bruno Mars, afsakið, með Locked Out of Heaven. Bruno Mars. Já, Bruno Meth. Og ágætislag hérna á ferð, segjum við þá. Það styttist hér í, næsta gest. Hún er á leiðinni til okkar, vinkonu okkar og hún er Helga Arnardóttir. Það er að kíkja hérna 5:30. Við erum líka að fara í Enginn segir. Það er hér rétt eftir örskamma stund. En ég ætla að ræða hans við í Hjörvar, það sem að þú ert nú svona, og nú ekki beint íþróttafréttamaður, en það er rosalega helgi, íþróttahelgi að sigla hér siglinn. Já, þetta var enni hérna, hefur samt tekið eftir því, núna undanvöndu. Fyrst ekki svona fyndið þar að fólk er að, veit ekki hvernig ég orða þetta? Ég er að lesa svona 18. pistilin í röðu núna, það sem er verið að kemur svona eitthvað, eiga stelpur að lyfta þungt. Já. Þú veist svona eitthvað verið að segja, eigi að gera það sko. Já. Þú veist, þetta er svo gamall sannleikur, þú veist, það eru 3 ár síðan að, þú veist, allir vissu þetta, en það halda allir að þessi uppgöt eitthvað sannleik með þessu. Að það er eigið sem þetta lyfta þungt? Já, þú veist, það er alltaf verið eitthvað, þess vegna mæli ég með því, að þið eigið ekki, þú veist, er ekki búin að lesa þarna pistil ofta eða? Jú, þú veist, ég hef séð þetta. Þetta er elsti sannleikur í heiminum, líka við, sko. Já. Þú lyftið þungtu þegar ekki? Þungt? Já. Veist hvað ég á bekk? Hvað átti í bekk? 145. Já. 2010. Það er grjóthart. Grjóthart. Þú ert ekki búin að vera mikið samt upp á sigast í bekknum með það? Jó, ég er nú alltaf ríf alveg hróðalíð þegar ég ríf. En þegar þú dettur í þinn líkansrækta frumu, hver er svona þín sterkasta lið? Er það bekkurinn í Hjörvar? Já, ég held að bekkurinn sé svona mín allra sterkast, svo er ég reynda mjög sterkur í öxlunum. Já, en hnéð er náttúrulega stríðar. Hnéð er að stríða mér, þannig að ég er fyrst og fremst upper body skrýmsli. Það er þú? Það ætla að ég sé ekki rétt stöðleftan, dettið. Svona minn sterkast því að það er ekkert að hnéna á mér. Nei, ég hérna er með Ég er alveg uppi á Söðugróki og er ekki með svona brauðfætur. Nei, en samt gast aldrei neitt í neinum íþróttum, varst bara hættu 20. Því ég tók skemmtana bara. Ég lendi í sömu dilemmu og Rod Stewart vinnu minn sem á mitt ammali í dag. Ég þurfti að velja á milli og ég valdi trúðalætin.
Trúðslætin? Já, trúðslætin. Já, djöfull. Þú ert að einmyndaðar sportinu, en það er náttúrulega allir núna í ræktinni. Já, það fullt alls þar. Já, þú veist, þetta svolítið svona, ef maður professional í gyminu, myndir maður ekki bara taka frí þá í janúar? Jú, það er ekki svona frímánuður sem að væri alveg gjössanlega geðugur. Fyrir þá sem eru þarna alla daga, þá er rosalega pirrandi þegar að koma allt í bara 3 vikur að svona kemst ekki í tækjum. Já, allar rækjusamlokur landsins mættar að eitthvað sko að spassast eitthvað í tækjunum sko. Sem jákvætt, þetta gott ef fólk að halda sér form og svona. Auðvitað, það náttúrulega til margar aðra leiðir heldur en að fara bara í gymmið, sko. Ég fer mikið bara út að hlaupa, bara Þú ert rosalega old fashion. Já. Þú tekur oft bara út í hlaup. Og fer mikið út í skó og bara hífa mig upp og okkur svona. Já, ég séði hérna einu sinni og vissir ekki eins og að mér, þá sá ég hérna inn í einu skó þar sem varst að hífa þau upp og svo varst að bera eitthvað djöfisins strömb. Hvað var það? Þú búin að höggva það niður sjálfur? Það er bara góða pakkaðing að ég heggði allt niður sjálfur og hleyp svo með drömbarna kannski einhverja 200 metra og hlaða. Já, þú varst að hlaða, ég sá þetta. Þú vissir ekki að mér. Ég vildi ekki vera að trufla þig. Nei, þá fer ég í gráa heilgalla íþróttagalla minn. Já, varst í honum? Já. Ert þú mikið að lifta í heilgalla? Nei. Ok. Ég nefnilega að fara að byrja því lúki, fara að kaupa með fleiri svona heilgalla. Já, það var með þess að ég ætla nú ekki að nafngreina þann mann því að það toppmaður þar á ferð. Ég var í ræktinu daginn og hann setti út á að ég mætti fara að fá mér svona flottari liftingafutt. Já. Og hvað gerur það ekki? Þetta bara eitt aðsnarlegasta sem ég heirt. Á hverju ferðir þér ekki flottari? Ég er ekki komið, hvað er það okkur, tískursýningu? Ég er bara í fótboltabúning og stuðbuxum og er bara komið í form. Hvað þarf það að vera í einhverjum... Ég hef alveg séð þig rétt áður ferð í rættina, þú ert eitthvað alltaf skoðandi. Já, ég er náttúrulega að greiða mér og byrja með krem og svona. Egin vinnur okkar, hann er náttúrulega að kemja vandamál, sko. Þú lokaði nú einu sinni meginn og klósetu bara sem var rak eitthvað af þér. Mástu ekki eftir því? Rak eitthvað af þér? Ég maður ekki, hvort ég átti að taka einhvern afleggjar af trísefnum á þér eða eitthvað. Af því að þú vildir ekki fara með loðin trísefin í salin. Mástu ekki eftir þessu? Ég myndi bara raka hann sjálf. Nei, mástu ekki. Ég myndi raka eitthvað heldur, ég myndi ekki bara raka með trísefin sjálf. Þetta var eitthvað svona aftan á. Þetta er líka, já það verður það með líkur. Nei, ég get verður þessu sjálfur. Þú ert vestur. Hann ber á sig sko olíu og sprautar á sig ylvatn eða svona rakspýra og setur á sig fötsára. Það er nú reyndar ágætt að hann sprautar á sig smá rakspýra því að það er ekkert eðlilega vond lykt á hann, þannig að kannski búin að þjálfa samfleytt frá 9 til 4. Lyktin sem verður hann inn á þessari svoköllu skrifstofans. Það má alveg fara að fá sér aircondition þarna. Þetta er bara eitthvað að lappa í ég seti þetta inn í og voru illt í augunum og svitalegt og viðbjöði. Þetta er svona, það lyktar þess að herbyggjumannst þegar maður á götti. Þannig að maður búin að vera í svona körfu, varst aldrei í svona körfu sem hengdur upp á hörð. Jú. Já, 1 og 1, búin að vera þar í 2 tíma á móti besta vinniðinu, það er svo þungt loft inn í herbygginu að þú bara lappar á vegg. Það var þó allavega gluggi í herbygginu okkur. Þannig er ekki gluggi og hann er líka með tengdan ískáp sem að, þú veist, það kemur mikill hiti frá honum. Já, hann tekur orku og svona. Já. En við ætlum að fara hér í örstuð skilabóð, svo er það enginn segir, þannig að það er síðasti sens fyrir ykkur að senda á mig á Twitterinu. Allt á að seljast á lagerhreinsun Bíkó. Gerðu góð kaup. Bíkó. Búðu betur. Borgaðu minna. Viltu ná betri árangri í lífinu og vera framúrskarandi? Sýndu þá frumkvæði og komdu á kynningafund Dale Carnegie fyrir ungt fólk á aldrinum 10 til 25 ára. Fundurinn fer fram í kvöld klukkan 19 fyrir 10 til 15 ára og klukkan 20 fyrir 16 til 25 ára í húsakynnum Dale Carnegie Ármúla 11. Vertu jákvæður, öðlastu sjálfstraust. Næsta kynslóð.is. Panta á netinu eða með appinu og fylgstu með frá pöntun til afhendingar. Dominos. Útsala á grísakjöti í Krónunni. Grísagúllas og grísasnitsel á aðeins 1049 krónur og grísakotelettur á aðeins 998 krónur kílóið. Nýtt kortatímabil Krónan. Fyrst og fremst ódýr. FM 95 blöð. Á FM 95. Hversu gott er rautt rjóma Nissa? Sleikt á mér bakið hvað það er gott. Nissa. Litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Rokka og Ásgeir Trausti hér með hvítir skór. Þeir að hlusta á FM 95 blöð og hjöfum með ykkur til 6 í dag og það er komin af dagskráli hér sem heitir Enginn segir. Og já, hann er nú ekki flókin. Það er búið að senda hérna inn fullt af skemmtilegu línum og þetta er eitthvað svona sem enginn segir. Er það svona að þú veist eins og hvenær kemur næst mynd með Adam Sandler? Enginn segir. Það er rosalega sorglegt að heyra þig segja þetta en það er svolítið til í þessu núna. Fyrir 15 ára síðan var maður mjög spenningi. Ég veit það maður. Þetta er svo leiðilegt. Ég einhvern veginn get samt ekki gefist upp á honum.
Nei. Þannig að ég get ekki sagt svona. En við ætlum að fara hér í Enginn segir og við byrjum hér á Orra Freyr. Hann hendir í Yes, mánudagur, Enginn segir. Svo kemur Kristinn Gylfason. Ég vildi að undankeppni Eurovision væri teygð í fleiri þætti, Enginn segir. Reyndar, segi ég. Ég minnst gaman af svona einhverju undankeppni. Ég elska alla keppnir. Mér er skýtsam í hverju verið að keppa. Svo er Atli Sigurðsson hérna, ég reyndar ekki nú ánægð með hann. Djöfull átti Ronaldo að vinna Ballon d'Or, Enginn segir. Ballon d'Or, já, ok. Jón Ótti Guttormsson. Er El Clasico að byrja, nennur að skipta stöðu, Enginn segir. Svo er hérna sumt sem að má ekki vera. Já, hérna kemur eitt mjög skemmtilegt frá Gústa Grassa. Nennur að fara út að labba með köttin, Enginn segir. Bensi hendir hér í djöðlega fíla hennan íslensku áfanga, íslenska 503, Enginn segir. Egill Ásbjarnarsson. Ringo Starr er uppáhaldsbítillinn minn, Enginn segir. Svava Gretarsdóttir. Nei, ég nenni ekkert á þessa Jón Jónsson tónleika í kvöld. Engin stelpa, segir, skrifar hún. Er hann svona glerharður í dömunum? Já, Svava Gretarsdóttir skrifar Engin stelpa, segir. Já. Ég nenni ekki á þessa Jón Jónsson tónleika í kvöld. Þetta er bara Jan Jansen. Shit. The girls are coming. Shit. Sverrir Ingi Ingarsson. Liverpool er að fara að vinna Old Trafford á sunnudaginn, Enginn segir. Þetta var ekki ég er bara að lesa það sem kemur hérna. Hákon G. Djöfull var Ivanovic góður í gær, Enginn segir. Hann átti vist eitthvað skelfilegan leik. Já, hérna er Egill Ásbjarnarsson. Ég þakka gott boðin, ég held ég nenni ekki á Muse tónleikana. Takk samt, Enginn segir. Elling Kristjánsson. Ég vildi að leiðaljós væri oftar í sjónvarpinu, Enginn segir. Egill Guðjónsson. Super Sunday verður ömurlegur fótboltadagur, Enginn segir. Svo dett við í hérna skemmtilegt líka. Það var hérna, já, djöfullistöð 2 gull mikið drasl, Enginn segir. Já, það er æðislega stöð. Arnar Sveitni með þetta. Svo er það Rúna Már. Djöfullur ömurst að fá sér eitt kaldan í Leifsstöð, Enginn segir. Arnar Daði Arnarsson. Ég ætla að skýra strákið með Karl Vigni, Enginn segir. Var þetta núna, byrst afsökunar þessu? Nei, hvað okkur þetta byrst afsökunar þessu? Slakað á þetta minn. Friki Dór. Djöfulli Gísli Marteinn fullorðinslegur. Hann er flottur, ég fíla Gísla Marteinn. Ef við byggir Reykjavík, þá myndi ég kjósa Gísla Marteinn. Ég fíla hann alveg í bótt. Hann er töff maður. Óli Jones. Björgólfur, viltu vera með okkur í Matador? Enginn segir. Svo er Óli Jones með annað mjög gott hérna. Áston Magnússon. Eitthvað fleira sem þú vilt segja málið, Enginn. Þetta var svona eiginlega besta í dag og ég þakka öllum fyrir sem að sendu. Þetta, menn voru í stuði. Já, menn er hérna... Svo reynda Kristján Martinsson líka hérna með. Mikið lakkaði til að fara til tannlæknis á morgun, Enginn segir. Nei, það er saman hvað maður er gamall, þá er alltaf umulegt að fara til tannlæknis. Já, það hræðir mann alltaf einhvern veginn. En sko, svo reyndar, finnst ég sé einn mannkant á þessum lið hjá okkur. Hver er hann? Það vantar fleiri konur. Já, hún var þarna með. Já, það var bara ein. Já. Ég vil hafa þetta af því að ég er svo leiðlur, ég er svona jafnréttiskall og ég er alltaf að leita jafnrétti og ég vil fá fleiri konur að þinn. Já, þú ert að hvetja það núna. Og ég, svona þvert á það sem þú vilt, þá er ég að fara að fá... Hættu þessu, Hjörvar. Hver hafði samband við hana Helgu sem er mætt hérna? Hún er komin til okkar og verður hér í spjalli okkar eftir smástund. Þá fekk ég konu. Byrjum fyrst á einu svalasta lagi Íslands í dag, allavega þessari stöð. Þetta er Kanye West og félaga með lagi Click. Jay-Z og fleiri. Ekkert að þessu lagi, það heitir Click og Kanye West, Jay-Z og fleirum snillingum. En við erum komin með góðan gest hér í stúdíói við Hjörvar. Það er fréttakonan og Helga Arnardóttir. Vertu velkomin. Takk fyrir. Hvað segirðu gott? Ég segi bara fín. Með það ekki? Jú. Í fantaskapi? Bara mjög góð skapi, já. Já, það er svona, við segjum þetta stundum hérna á FM og setjum í fantaskapi. Já. Mérstu ekki í fantaskapi? Ég er í fantaskapi. Glæsilegt, gaman að heyra. Og velkomin í þáttinn. Þú ert að fara að byrja með nýjan sjónvarpsþátt helgina, ekki satt? Jú. Á Stöð 2. Ég er að byrja með þáttum mannskvörf á Íslandi. Já. Og fyrsti þátturinn fjallar mál sem að eflaust mjög margir þekkja og það er hvarf tveggja unglingsdrengja í Keflavík 94. Ég get sagt það bara fyrir mína parta, ég man mjög vel eftir þessu því að þetta er náttúrulega drengir á okkar aldri, annar er á fættur 79 og hinn var fættur 80 og þetta var mjög skrítið og það var talað þarna við einhverja miðla og eitthvað svona, svo var sagt frá því að
Já, það var einhver miðl sem sagðist finna á sér að þeir verið fastir í einhverjum gám eða eitthvað. Já, lokaðir inn í einhverju rými. Einmitt björgunarsveitarmaður sagði við mig, sko, þeir náttúrulega, þeir fara út á svona, já, síðdegis eftir skóla, koma svo ekkert aftur heim. Og veðrið var ekki gott þennan dag og mamma annars drengsins var búin að biðja hann að fara ekkert út, sko. Þetta væri svo leiðilt veður en hann sagði, ég ætla bara aðeins að skreppa. Og svo koma þeir hvorugur tilbaka og þeir voru eitthvað að leika sér niður á sjó í svona kletta, það er svona klettur þarna niður á Vatnsnesi og þeir sáust þar 5-leytið að láta öldurnar guðsast yfir sig. Okay. Þannig að menn svona drógu það ályktun að þeir hefðu ef til vill farið niður þarna en það var ekkit sannað í þeim efnum þá og þá bara kom fjöldi ábendinga þetta mál, hvar þeir væru mögulega bara, þeir áttu að hafa verið einhverju sumarbústaðalandi fyrir austan, þeir áttu að vera á Eyrarbakka, þeir áttu að vera niður í miðbæ Reykjavíkur og alltaf var hlaupið eftir öllum ábendingum og svo komu miðlar og það er komið inn á það í þættinum hvað miðlar stýrðu dálítið og höfðu áhrif á þessu leit því að þeir höfðu þessa sögu að segja, þeir ef til vel hefðu lokast inn í einhverju rými og eitthvað og það er oft talað þetta mál með strákana sem lokuðust í gámnum og eitthvað, það er ekkert sannað í þeim efnum og í raun og veru bara einhver orðrómur og kjaftasögur því að það kom alltaf kjaftasögur þegar menn veit ekki hvað gerist. Nú ertu að fara að gera hérna þætti mannskóru og þú tapla orðin svona ágætis sérfræðingur í þessum málum, hvernig það með svona drengi sem eins og þeir eru núna búin að týndir í 19 ár? Já. Eru þeir, það er væntanlega búið að gefa upp einhverju von á að finna á eða? Já, ég held að þessi búin að gefa upp þá von en það sem er kannski sterkast í þessum málum er hvað einhvern veginn enginn getur lokað málunum aldrei, þeir get ekki jarða sína nánustu, þeir veit ekki hvað kom fyrir þá og það er nú rauði þráðurinn einhvern veginn í öllum þeim viðtölum sem ég hef tekið og ég er búin að tala við á þriðja tug fólks að það er alltaf þessi tilfinning getur verið að hann hafi farið eitthvað og komið bara aftur. Já, en hvað var þetta margir þættir í þér? Þetta verður 8 þættir og ég er að fjalla svona, það byrj 14 mál, 12-14 mál. Farið í, nú ekki svona, frægasta, svona stærsta mál íslenska allra tíma, Geirfinns, farið í það? Nei, ég fer ekki í það. Ég tæmdi það svolítið hressilega fyrir ári og ég held að ég líka bara búið að gera það mjög vel og gera því mjög ítalig skil, sko. Það er aðfyrir lögum, náttúrulega heimildamyndin sem var gerð þar, mjög löng og ítalig. Og svo náttúrulega bara Svona íslensk sagamál? Já. Ég held að þeir hafi gert það líka. Það var líka fengt hjá fjallað einhver mannskóru í svona íslensku sagamálu þegar að, veitu hvað var áttur? Það er einhver stelpa kona sem fer úr bíl og kemur aldrei tilbaka. Ég man það ekki. Ok. Nei, ekki. En þetta byrjar á laugardaginn? Þetta byrjar á laugardaginn og við byrjum á þessari Er þessi þáttur á laugardaginn? Nei, á sunnudaginn. Já, eins gott að segja sunnudaginn. Maður án að vita þetta og við byrjum á þessari harmsögu sem er í raun og veru ótrúlega sterkt mál og áhrifamikið og ég hvet sem flesta til að horfa á það því að þetta er ofsalega óhugulegt að Hvað með þessa drengi? Voru þeir alveg í, þú veist, var allt í orðir hjá þeim? Já, voru þeir alveg að mæta í skólan? Já, við vorum nýkomnir úr skólanum og engin Hegðunarvandamál? Nei, þú veist, ekkert sem að hægt er að tala á þessum aldri, þetta eru náttúrulega bara allir úlingar að glíma við. Já, ég meina, ég var að glíma við hegðunarvandamál. Ég, svo sannarlega líka. Ég reyndar, held ég að vera eins þægilegur úlingur á þetta, það var ekki þessi. Ángríns. Já, pretty boy, múst alveg með þetta á hérna. Pretty boy, það er kærastinn hennar. Já, það er reyndar reynið kærastinn hennar. Við ætlum að fara hér í örstuð skilaboð og svo, þú ert nú ekki í sloppinn, við ætlum að henda þér í hraðaspurningar og ræða þess við lífið líka. Tilfinningar. Já, Hjöp ætlar að ræða við tilfinningar og annað þannig. Hvað er í stellingar? Fáum örstuð skilaboð fyrst. Geðveikin á Wilsons Pizza. Stór pizza með 2 áleggjum á aðeins 1000 kall. Wilsons Pizza símir 581 1515. 13 léttir, 13 réttir. Upp úr sófanum á næsta sölustæði eða bara takla þetta á 1x2.is og tippa á enska seðilinn. Það eru 200 milljónir í risabottinum í enska boltanum fyrir 13 rétta velgina. 1x2, við tippum. Þrenn pör af ullarsokkum fyrir tvenn, líkt og áður, Geysir Skólavörðustíg og Geysir Akureyri.
Ef þú fjárfestir framtíðarinnar, taktu þátt í ávöxtunarleik Keldunar á Vísi og farðu í ferðalag fjármálaheiminn. Hver keppandi fær 10 milljónir keldukróna til að fjárfesta. Glæsilegir vinningar í boði. Flug með Icelandair til New York og inneignir í sjóðum VIB fyrir alltaf 200.000 krónur. Skráðu þig til leiks inn á vísir.is. FM 95 blöð. Á FM 95. Hversu gott blátt hrísgrjónunissa? Djammað í Garðabæ hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og perform.is Holtarsmar á 1. Og fallegi tónar hér á 50. Höppaður einhvað vælum þetta væri og væmið en ég fíla þetta. Það ekkert þessu. Hún ennþá hjá okkur hérna, hún Helga Arnardóttir og það komið að, já áður fyrir mér hraðaspurningar, Hjöppi, þá vildið þú nú einhvað ræða við hann tilfinningar eða ekki? Má ekki að lækka bara aðeins og, farða aðeins í það. Fyrir mig, takk. Helga, nú ert þú í sambúð með okkar, einn af okkar dáðustu sonum. Hvernig það að vera kona á Íslandi í dag? Það dásamlegt. Og hvernig það að hafa svona klófest, já, nú mættar að þekki allar konur sem að hlusta mannin sér að tala um hann, Reynir. Lotto Reynir. Hvernig landaður hún? Spurði hann frekar hvernig hann landaði mér? Nei, ég held að kannski, með fullri vinning verið þér, þú ert auðvitað glæsilega alltaf, en ég held að kannski flestir hugsi hvernig landaði þú hún. Sko, við eiginlega löndum hvort öðru. Já, við vorum kynnt. Já, svona fallið fólk laðast bara. Og þetta var ekkert eitthvað djamm og eitthvað söpulegt. Þetta var bara, við vorum kynnt fyrir hvort öðru og svo bara hófust samskipti. Einhver sameiginlegur vinur eða? Já, sameiginlegir vinir. Já, ok. Það það aldrei gert á Íslandi, einhvern veginn. Þetta alltaf einhver svona djamsena og eitthvað. En það var ekki þessu tilfelli. Þetta var ekki bara eitthvað í sleik og austur og bara eitthvað SMS daginn eftir? Nei, og leigubíl heim, nei. Ekki svona eins og fyrirvendiðin? Þið byrjuðu ekki, hvernig lætið? Þið voru í sleik á prikinu, þegar ekki? Heldur betur. Algjör skandal. Þannig en eru mikil tækifæri í því að vera kona í dag? Fjölmörg. Þú ættir að prófa það? Ég ættir að prófa það. Það gott að þið hörur. Ég rosalega gott að því. Já, menn þú ert reyndar í sambandi við tilfinningar. Ég reyni alltaf að vera í góðu sambandi við mína tilfinningar. Já, menn við ætlum að enda þetta hérna Helgu á hraðaspurningum. Ég vissi að þið myndi koma aftan að mér. Við erum ekkert að koma aftan að þér. Það eitthvað sem við þurfum að gera ekki. Koma aftan? Sleppum því. En já, þú ert í tímatryggu því að þú ert að fara að lesa fréttir eða ekki? Nennir að gefa mig einn greiða þegar þú lest fréttur eftir. Nennu að ég byrja hann að fréttatíma á að þakka FM 95 blöð fyrir skemmtilegt spjall hér áðan. Nú verða lesna fréttir. Já, ég skal hafa þetta. Var það ekki vinsælt? Það var mjög vel, bara vel þegið. Hvað hann að segja? Hann var eitthvað að þakka FM 95 blöð eitthvað? Já, aðeins að peppi fréttina. Algjörlega. En það kom að hraðaspurningum og það ekki flókið. Þú bara hreinsar hugan og segir það fyrsta sem þið dettur í hug. Og já, þú getur ekki svara rétt og getur ekki svara vill. Ertu tilbúin? Já. 1, 2 og besta bíómynd allra tíma? Philadelphia. Uppáhalds hljómsveit? Of Monsters and Men. Hver besti leikari allra tíma? Reynir Örn Þrastarsson. Besta nammi? Nóa Kropp. Kynþokkafyrsti kallmaður heims? Banna að segja maki? Banna að segja maki? George Clooney. George Clooney. Uppáhaldslið í ensku knattspyrnunni? Var það Manchester United? Það hárrétt hjá þér, besta svarið hingað til. Uppáhaldslið á Íslandi? KR. Úff, maður fórstu með það. Besti skyndibitinn? Saffran. Ef þú yrðir að sofa hjá dýri, hvaða dýri er þið fyrir valinu? Páfugli. Finnst þið gaman í sturtu? Já. Ertu mikið pókuð á Facebook? Nei, aldrei, ég velti fyrir mér einmitt. Hvað drekkur á djamminu? Gin og tónik. Hvað kveikir í þér? Góð máltíð. Valdi Björn eða Höddi Mag? Höddi Mag? Hver er besti fréttamaður Íslands? Eða fréttamaður, fréttakona? Já, það þegar stórt spurt. Þeir eru svo fjölmargir. Enginn sem kom svona fyrst upp í hugan, ekkert svona legend? Ég bara hugsa alltaf Eddu Andrisdóttur, hún frétta þölur og mér finnst hún svo flott að öllu leyti. Gott svar. Uppáhalds sjónvarpsþættir? Newsroom er uppáhalds núna og svo eru mínir verða væntanlega uppáhalds mannskvörf. Já, og svo er það hér í lokinu. Þú mættir hitta hvern sem er í heiminum, hvern myndir þú vilja hitta? Obama.
Barack Obama, já, hann er ofalega hjá mér líka held ég. Sveið með það er ekki bara hann. Mér langar enda rosalega hitta Jordan og Obama. Jordan og Obama. Ég myndi freka bara vilja hitta sko mömmuðina heldur en Obama. Ég get nú bara aðeins það. Já, ég segi að ég er spenntur fyrir bæði á lausu og bæði komin á aldur, þannig að það er bara gaman að koma eitthvað saman. En aldrei kallaði ég pabbi. Akkur myndir ekki kalla mig pappa? Nei, það er ekki séns. Væri mamma til í hjálpa? Ég hef einu sinni hitt. Ég hef heitt mömmina svona. Ég held hann og svona hugsa mikið sjálf á sig. Já. Ég myndi setja hann í fyrsta þið. Ég get að lofa þér því, en ég verður reyndar hist þegar ég segi þetta. En ég voru alls ekki að gera lítið mömmin. Ég var að tala með Obama, mér stann eitthvað svona mesta ofmat. Hver er þér? Vil ég hitta? Já, maður hitta bara hvert sem er. Ekkert ofhugsa þetta, hvað kemur upp í hugan? Svo er alls Ferguson. Já, reyndar. Ég hef hitt hann. Já, hann hefur reyndar sett mér að fokka mér, þannig að ég hef svona ákveðna, hef allan að hitta hann. Já, það er eitthvað grjótart að láta Alex Ferguson segja að fokka þér. En Helga, á þessu nótum á sunnudagskvöld. Ég ætla að horfa. Já, ég ætla að horfa líka. Ég er mjög spenntur fyrir þessu. Það fá mig í þáttinn. Þið voruð ágætir, ekkert svo vondir. Við vorum ekkert vondir við, þú varst eitthvað rættið það? Ég var smá kvíðin. Öddi var að ljúga hann ætla að hlusta, að horfa á þáttinn á sundaginn. Nei, ákveð ég að ljúga því, ég ætla að horfa á þetta. Öddi, þú segir þetta. Þú ert alltaf að Hjörvar, hættus. Þú þykist að þekkja mig bara betur en ég sjálfur. Ég ætla að horfa á þetta. Ég ætla að horfa. Já, ég ætla að horfa líka. Þess verði að horfa. Ég ætla að horfa. Ég lofa því. Ekki hlusta á Hjörvar, ég ætla að horfa. Helga, ég er að horfa. Takk fyrir að koma. Takk Hjörvar. Ég ætla að horfa. Herru, voðalugur eitthvað rólegri romantíski núna. Það var Steinar í hönnaðan og núna er það Apologize með One Republic. Svo er það Lægi á leiðinni heim. Það hættu bara að ákveða hluti fyrir mig. Ég er bara að gera það fyrir mig. Ég er samt bara fann að þekkja það vel. Nei, þú ert bara fann að, veist eins og ef ég segi að mér finnst þetta flott lag, þá finnst mér þetta flott lag. Já. Þú varst að segja að þú er einhverjum eitthvað cool að fíla hérna þetta lag eitthvað. Já. Fyrir ykkur sem voru að koma inn í þetta, þá voru að velja Lægi á leiðinni heim hérna og Hjöppi hélt ég var að velja lag bara því að mér finnst cool að velja það. Rifumst aðeins og Hjöppi fekk að velja Lægi á leiðinni heim. Já. Frekjan hafði betur því miður. Nei, af því ég er kannski 4 stigum frá því í góðlagakeppni. Það þýðir það að hlustendur topptónliststöðurinnar eru á því að ég sé betri tónlistmæk en þú. Nei, ekki vildum meina það að konan sem að hringdi lokinn. Þannig að frænkaði hann úr af króknum. Hún er ekki frænka mín. Við þakkum Helgu aftur gælaða fyrir komuna. Það er búið að vera mikið að vera hérna hjá okkur dag. Mikið gestagangur, Ari Eldjárn og Helga og það er búið að vera fljótt að líða. Klukkan er 10:06. Við erum á leiðinni í Lægi á leiðinni heim. En við kveðjum bara fyrir það. Þetta er 5 mínútna lag sem að Hjörvar er að fara að velja hér. Ég er ekki sammála sig, ég byrst afsökun á þessum, ég er ekki að fíla þetta lag. En hápunktur ásins 2012 held ég fyrir alla var koma Ronan Keating til Íslands. Nei, það var ekki hápunktur. Það var stórgustið stund, eitthvað sem ég held að... Ég var þarna í brekkunni. Eitthvað sem ég held að enginn gleymi. Þetta var kjánalegt. Og... tók eftir 16 lög og maður þekkti 3. Hann var sér eiginlega bara til skammar að og Ronan Keating vann hann enni sigurinn á þjóðatíð sólóferilinn eftir hérna náttúrulega stórgúslega tíð með Boyzone sem kannski einn vinsasta strákuljóðstöðar. En fannst þér einhver sigur hjá hann á þjóðatíð? Þannig að öllu gælinn sleftu? Þetta var bara gæsóð. Þetta var margt fyrir þetta var gæsóð. Þetta var einn samfelld gæsóð. Nei, það var alltaf skelli hlæjandi. Það þekkti 2 lög af 18. Hann var bara mættur hérna, hann var svo spenntur. Ég held að hann sé ekkert mikið á sviði þessa dagana. Hver kemur að taka 15 lög? Bara öll nýjustu lögin af plötunni og var allir bara ælandi þarna. Nei, það var allir bara, shit, hann er í þarna. Þetta er án gríns Ronan Keating upp á sviði. Hver var? Ég var bara, stundu var ég bara svona, er þetta virkilega Ronan Keating? Finnst svona, án þess að, ég veit að þú ert búin að setja það smá karakter núna, finnst þér Ronan Keating spennandi? Mér finnst hann frábær. Og hérna, mér finnst hann aldrei betri af því að ég hef stundum verið sagt að ég geti sungið eins og hann. Nei, það var aldrei. Jú, það verið sagt, svona ángríns. Og hérna, mamma en þá var það? Nei, það var írskona. Hún sagði mér þetta í Miami 2004, ég var svona hermöttur hún og hún sagði við syngjum alveg eins. Var hún í því? Nei, hún var ekki í því. Írarnir hattar nú ekki björn. Nei, en hún var edrú. Já, ok. Þetta var bara svona hádegisspill. Já, hvar varst þú að syngja hádegisspill Ronan Keating erlendis? Í Miami 2004. Já, nokkur. Ég var hann í heimsó. Já, ok. Og hérna, þannig að ég tók lagið fyrir hann og hún sagði að ég var eins og Ronan Keating. Þannig að ég hef haldið þetta upp á hann eftir það. Þetta er lag sem kannski ekki margir heyra og ekki mainstream sérstaklega. Svona spila á minni útastöðum, heitir When You See Nothing At All. Já, þetta er bara mjög vinsæll bíómynd og mjög vinsæll lag. Þetta er fáið lög sem að þekki með þessum Hobbita. Ábyggilega mjög fáir.
Nei, það þekkit allir. En ég vildi kynna þetta fyrir hann á 2 lög þessu Hobbiti sem fólk þekkir og þetta annar þeirra. Það heitir When You Say Nothing at All. Hey, wow. Hvað er þú að gera lítið úr litlum mönnum? Hann töluvert minn en ég með þess að ég hitt hann. Ég var bara eins og giant, þá veit ég hann lítill. En Hjörvar, takk fyrir daginn. Já, sömuleiðis takk. Það var gaman að vera þetta með. Og ég er búin að stríða það svolítið mikið þetta, fyrir ekki það? Já, svo síðasta 50. Þá varstu geðið pirraður. Já, ég veit það. Hvað er að blæða? Það nýja árið að byrja ömulega á mér. Já, þetta er Ég þarf að fara að leita mér okkur jafnvægi. Já, og líka ekki láta þetta bitna á öðrum. Ok, gera. Ég hafði samt gaman aðeins takk fyrir daginn. 2 harðir vera mættir hér á morgun klukkan 4, ekki voru ykkur að missa því. Og Rikki G mættur inn í stúdíu og stuðbuxum og ból og hann verður með ykkur til 9 í kvöld. Fáum hérna lagi á leiðinni heim. Og eins og ég sagði þá var það Hjörvar Hafliðarsson sem valdi þetta. Það heitir When You Say Nothing at All með Ronan Keating. Eins og við heyrðum þá var Öddi Blöð, hann var ekkert að gefa þessum tónlingum hjá Ronan Keating í brekkunni. Það er að segja Herjólfsdal á Þjóðatíð Vestmannaeyjum táa engun. Það er bara komið og tekið öll lögin á nýjastu plötunni sinni og það er bara fólk verið að tína svona í burtu. Hann fór eiginlega bara sót illur út af því að Hjörvar fekk að velja þetta lag. En fyrir þá sem að mista þættinum í dag þá fer hann á vísir.is mjög svo fljótlega. Þetta er ótrúlegt. Maður þarf ekki einu sinni að giska á markatöluna, bara 1x2. Þetta er eiginlega allt og auðvitað. Það eru 200 milljónir í risabottinum í enska boltanum fyrir 13 réttaðum helgina. 1x2, við tippum. Viltu verða ferðunarfræðingur? Skráning stendur nú yfir í... Stóra stundin nálgast. Strákarnir okkar. Þeir trúa á sigur. HM í handbolta hefst á morgun. Tryggðu þér áskrift í síma 512 51 00 eða á stöð2.is. Stöð2 Sport. Við trúum á sigur. FM 95 blöð. Á FM 95. Hversu gott er grænt perlunissa? Rakaðir pungin hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtasmar á 1.